640. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 1. nóvember 2022 klukkan 17 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Róbert Jóhann Guðmundsson, Bjarni Páll Tryggvason, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders, Helga Jóhanna Oddsdóttir og Rannveig Erla Guðlausdóttir og svo sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Auk þess situr bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar eru 8 mál en þau eru fundargerði bæjarráðs frá 20. og 27. október síðastliðnum. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. október. Þriðja mál er fundargerð lýðheilsuráðs frá 18. október. Fjórða mál fundargerð velferðarráðs frá 19. október. Fimmta mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. október. Sjötta mál fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 28. október. Sjöunda mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. október. Og 8. mál er jafnlaunastefna Reykjanesbæjar sem hér er til fyrri umræðu. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál á þessum fundi sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. október. Orðið er laust. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð bæjarráðs nr. 1389 frá 20. október síðastliðnum og mér langar sérstaklega til að ræða þar þriðja lið á dagskrá fundarins, sveitarfélög, skipulagsáætlanir og framkvæmdaleyfi til skógræktar. Við vorum að klára fund hérna með ungmennaráði þar sem meðal annars var fjallað ræktun í bænum okkar og hvaða tækifæri liggja þar. Og svo samantekt sem var farið yfir á þessum bæjarráðsfundi gefur tilefni til mikilla bjartsýni finnst mér þegar kemur uppræktun í landi Reykjanesbæjar. Mér finnst við standa á ákveðnum tímamótum í þessum málaflokki og þurfum að vanda vel til verka. Hluti af þeim lífsgæðum sem við búum við í Reykjanesbæjar er hve mikið landsvæði er til staðar á svæðinu. Og það er auðlind sem við þurfum að hlúa vel að og standa þar skipulega að uppræktun bæjarins svo komandi kynslóðir geti notið þess að búa í skjólsælla og litríkari bæjarfélagi. Og það felast heilmikil tækifæri í markvissri uppræktun. Með henni fjölgar útivistartækifærum og lífsgæði íbúa batna. Og ræktun fylgja líka einnig aðrir kostir. Hún spilar lykilhlutverk í skjólmyndum fyrir vindum og válundum veðrum og ekki hvað síður þegar kemur að tryggja betri hljóðvist í íbúabyggð. Til dæmis er hægt að rækta markvissara upp í kringum flugvöllin og í helstu umferðaræðir í kringum bæjarfélagið. Og sérstaklega finnst mér ánægjulegt að sjá hve stórt hlutverk skólasamfélagið og félagasamtök spila við uppræktun bæjarins okkar. Við þurfum að tryggja góðan stuðning við þessa aðila og líkt að kemur fram í minnisblaði umhverfisstjóra, þá er tímabært að gera samning við Skógræktarfélag Suðurnesja þau svæði sem það félag hefur hlúð undanfarna áratugi. Og hvet ég til þess að hafist verið handa við að formgera samning við félagið þau málefni sem er að ræða hið fyrsta. Einnig finnst mér samstarf Reykjanesbæjar og einkaaðila vera mjög eftirtektarvert og þeim fyrirtækjum sem eiga aðkomu að því til mikils hrós. En minnisblaðið greinir frá því að unnið sé skipulega og í samstarfi við Bláa lónið varðandi uppbyggingu í kringum Sólbrekkuskóg. Fyrirtækið Blue Carental hefur leitað til Reykjanesbæjar með samstarfi í huga og eins er verið að vinna með fyrirtækinu Happy Campers að verkefnum þessu tengdu. Og ég vona aðkoma þessara fyrirtækja að verkefnum sem þessum verði öðrum rekstraraðilum á svæðinum hvatning til að nálgast Reykjanesbæ með samskonar samstarfi í huga. Og það væri einnig fróðlegt að heyra aðeins meira af því hvernig Reykjanesbær að nálgast samstarfi í þessum efnum. Erum við að kynna sérstaklega þá valkosti sem í boði eru, eða erum við fyrst og fremst að bregðast við frumkvæði einkaaðila? Að auki er í minnisblaðinu minnst á stórt samstarfsverkefni við alþjóðlegt kolefnisjöfnunarfyrirtæki sem er í undirbúningi. Samningaviðræður í gangi og ljóst að þær eru á ferðinni stórkostlegt tækifæri fyrir samfélagið okkar til að hraða verulega uppræktun í bæjarlandinu okkar. Ég vona innilega viðræður milli aðila og Reykjanesbæjar skili ásættanlegri niðurstöðu og við sjáum langt líður gróðursetningar átaka af áður óþekktri stærð fara af stað í bænum okkar. Ég vil einnig nota tækifæri hér í ræðustól og þakka umhverfisstjóra og því starfsfólki sem kemur að uppræktum bæjarins okkar kærlega fyrir þeirra framlag í þessum málaflokki á undanförnum árum
og hvetja þau til áframhaldandi góðra verka. Einnig vill ég minnast á 7. lið á dagskrá fundarins sem fjallar aðgerðaráætlun vegna barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta er bara verulega vönduð og góð samantekt stöðu verkefnisins ásamt skýrri aðgerðaráætlun sem fylgir. Verkefnið er komið á þann stað að Reykjanesbær er vel í stakk búinn til þess að vinna í samræmi við aðgerðaráætlun. Mælikvarðar eru skýrir og fyrirséður kostnaður gagnsær. Og í aðgerðaráætlun eru taldir upp fleiri en ein leið til að ná ákveðnum markmiðum og aðgerðir settar fram á þann máta að vel má vinna að mörgum þeirra samtímis og ekkert því til fyrirstöðu að ljúka við innleiðingu á barnasáttmálunum og í framhaldinu tryggja að hann sé hafður í forgrunni í daglegum rekstri Reykjanesbæjar. Verkefnisstjóra innleiðingar fær ég góða þakkir fyrir sín störf við innleiðinguna. Og svona, já, undir þessu lið fyrst ég komið með orðið, þá get ég heldur ekki sleppt í að minnast á 9. lið fundarins, verkefnisstjórn Vatnsnesshússins. Það er verulega ánægt að sjá hver rösklega er farið af stað í verkefninu. Það er ljóst að fyrr en varir verði Vatnsnesið orðið að þeirri bæjarprýði sem húsið á að vera. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum Bæjarráðs. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja því að leggja til að við tökum ungmennaráð til fyrirmyndar og klöppum eftir hverja ræður hér eftir. Fyrir og eftir. Heyrðu, ég ætla nú ekki að vera alveg á jákvæðarótunum í þessu öllu saman, en mér langar bara svona almennt fundargerð Bæjarráðs, eins og hefur komið fram, og þá erum við að vinna í fjárhagsáætlun næsta árs og næstu 3 ára og munum í næstu viku, Guð lofar og Kjartan að leggja fram fjárhagsáætlun inn í Bæjarráð og síðan til bæjarstjórnar 15. nóvember. Eins og þið vitið öll sömul sem það tekið þátt í þessu vinnu, þá er þetta mikil vinna og oft erfitt að loka málum, en við erum bjartsýn og þetta gengur alveg ágætlega. En það sem ég langar þess að nefna að mér var dálítið brugðið í dag þegar ég las fréttir það að stærsti áhættuþáttur í afkomu Reykjavíkur væri ríkið, og ég var dálítið hugsa þetta er það sama og ég verið að hugsa undanfarið að í raun og veru stærsti áhættuþáttur í afkomu okkar í Reykjanesbæ vegna fjárhagslega samskipta við ríkið. Og það dálítið erfitt að þurfa að játa það að vegna þessara samskipta þá eru við að lenda í vandræðum á ýmsum sviðum, hvort sem að það eru brunavarnir Suðurnesja, málefni fatlaðra, HSS og fleiri aðilar. En ég vil kannski helst einblína á Reykjanesbæ, og þetta virkilega farið að hafa vond áhrif. Að ríkið skuli ekki standa við gera samninga og skila seint og illa. Það þannig að kröfurnar eru auknar aukna þjónustu sem sveitarfélögin eiga að leggja fram eða sinna sínum skjólstæðingum, en leið fáum við ekki það fjármagn sem við þurfum. Fjármagn til svæðisins ætíð undir þeim viðmiðunum sem eru með fólksfjölda, og málefni fatlaðra margfalt dýrari málaflokkur heldur en nokkurn óræði og stór skuld þar. Ég veit að ég er búinn að segja þetta oft áður, en við verðum að hamra á þessu vegna að þetta farið að hafa mikil áhrif. Í Bæjarráðum daginn frestuðu við afgreiðslu á ósku viðbóta fjármagn vegna vistunarúrræðis fatlaðs einstaklings og líka viðbóta framlagi vegna beingreiðslu samnings. Staðreyndin bara sú að við höfum ekki efni á þessu lengur. Við getum ekki lengur sett fjármagn í málefni fatlaðra ef ríkið kemur ekki inn. Ekki í gær, heldur strax í dag. Og þetta risamál fyrir okkur, og við þurfum öll sem heild bæjarstjórn virkilega að taka til hjá okkur og koma þessum skilaboðum á framfæri. Þetta verulega alvarlegt. Skuldaviðmið stærstu sveitarfélög á Íslandi að hækka verulega. Flest sveitarfélög þurfa að taka lán á næsta ári til að fara í fjárfestingar, og skuldaviðmið hækkar hjá flestum sveitarfélögum. Og menn að taka lán til rekstrar. Þegar Reykjavíkurborg að skila fjárhagsáætlun upp á milljarða tap í A-sjóð
Það er virkilega alvarlegt. Og Reykjavíkurborg boðar núna niðurskurð næstu 3 árin, aðhaldsaðgerðir og ráðningarstopp. Og sveitarfélögin þurfa að reyna að standa saman í þessu, að segja hinga og ekki lengra. Það gengur ekki upp lengur að við sitjum til hliðar, ríki kemur fram með fjárlög og við stöndum galtóm á eftir. Það er ekki hægt. Á sama tíma að gera gríðarlega kröfur þjónustu sem við getum náttúrulega alls ekki uppfyllt. Ég vil bara ítreka við ykkur, kæru bæjarfulltrúar, að við stöndum saman í því að koma þessum skilabóðum á framfæri, að sveitarfélögin get ekki beðið lengur eftir fjármagni í þessa málaflokka sem er rætt til þess að við getum staðið við okkar skuldbindingar. Við þurfum núna að fara að segja nei við hlutum sem eiga að vera lögbundnir. Þannig er staðin hjá sveitarfélögunum í dag. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég tek undir að sumuleyti það sem að bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson var að segja varðandi málefni fatlara. Sem stjórnarmaður hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þá er þessi málaflokkur þetta málefni búin að vera mikið á borði þess. Þó ég sé nýkomið þar inn, þá var landstingið, fór mikill hluti af landstinginu í umræður þessi mál og það var ályktun landstingsins að gera bragarbót á þessu. Það er sorglegt til þess að vita að hópur sem held ég sé búin að vinna í 4 ár til að ná einhverju niðurstöðu í sambandi við málefni fatlaðra og fjármálin, að það var ekki sameiginleg niðurstaða sem kom út úr því milli ríkis og sveitarfélaga, en síðan skils mér að það sé komin núna ákveðin upphæð sem að ríkið ætlar að greiða til sveitarfélaga varðandi málefni fatlaðra. Það sorglega er að það er til að stoppa upp í fortíðina en ekki fyrir framtíðina. En talandi almennt hjá sveitarfélögum að því að það var nefnt Reykjavíkurborg eða annað, þá er Reykjavíkurborg líka að krefjast þess að fá hærri upphæð úr jöfnunarsjóði sem að sveitarfélög víðsvegar á landinu og þar á meðan Reykjanesbær hefur auðvitað áhyggjur af, því að þetta þó svo að það sé auki fjármagn til jöfnunarsjóðsins, þá mun það aldrei vera þannig að það fylli í gat Reykjavíkurborgar, og ef að það færi að fullu fram svo krafa Reykjavíkurborgar að fá það sem þeir vilja, þá verður við ansi sár eftir. Þannig að þetta verður alltaf ágreiningur á milli Reykjavíkur og annarra sveitarfélaga, en í heildina vil ég ítreka að málaflokkurinn málefni fatlara, þar er mikill ágreiningur milli ríkis og sveitarfélaga, og allir stjórnmálaflokkar á sveitarstjórnarstiginu standa saman í þeim málaflokki að það þarf að bæta þar á milli ríkis og sveitarfélaga. Takk. Kæra þakki fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að nota þetta tæki fyrir Óskar Margréti Sanders til hamingju með sæti í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, og það er, ég veit ekki hvað er, 16 ár sennilega, 20 eitthvað ár sen að Reykjanesbær hefur átt fulltrúa í stjórn Sambandsins, og þá var það síðast Jónína Sanders sem er Skjálfandastykki, systir Margrétar sem satt þar. Þannig að það má segja að þær haldi þessu innan fjölskyldunar sem er ágætt. En ég held að sé gríðarlega mikilvægt fyrir svæði eins og okkar að eiga þarna fulltrúa, og við munum þá fá millilega lausar upplýsingar og getum þá líka komið á framfæri við stjórn Sambandsins þeim málum sem að við teljum brýnt að komist þar á dagskrá, og við bindum vonum við og hvetjum Margréti til góðra starfa, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir sveitarfélögin í landinu. Takk. Tek undir þessi orð, og 16 ára fjarvera fjórðastærsta sveitarfélagsins er kannski ekki gott mál, þannig að við fögnum því að sjálfsögðu að eiga fulltrúa héðan
úr okkar sveitafélagi og af okkar svæði og líka bara öfluga mannesku inn í stjórn sambandsins. Þannig að tek undir þessar hamingjuóskir. Það er eitt mál sem ekki hefur verið minnst á hér sem að mér langar kannski aðeins að nýta tækifærið og nefna, og það er 8. mál úr fyrri fundagerðinni 1389. fundi bæjarráðs, þar sem fjallað var stafræna smiðju á Suðurnesjum, FabLab smiðju, þar sem hefur verið hópur áhuga fólks sem hefur sett kraft í það að fara hér að stað með nýsköpunarsmiðju. Og ég fagna því bara að þetta verkefni er farið, hefur tekið eitt skref til viðbótar og vona að það verði að því hér innan tíðar. Ef það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls, þá ber ég fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. október upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt getur beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. október síðastliðnum. Eins og áður eru nokkrir dagskrárliðir af þeim fundi sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þar byrjum við á 3. lið fundargerðarinnar, endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020 til 2035, orðið er laust þann lið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 3. lið fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki og hann er samþykktur 11:0. Þá tökum við næst fyrir 4. lið fundargerðarinnar, Hrannargata 6, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 4. lið fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur 11:0. Næst tökum við fyrir 5. lið fundargerðarinnar, Skólavegur 54, breyting á skipulagi, orðið er laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, mér langar nú bara að koma upp undir lið 5 í fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs og fagna því að það er byrjað á nýrri leikskólalóð í Hlíðahverfi. Ég bara sjái hér innilega hamingju að þetta verk sé í startholunum og mæli með að við samþykkjum þessar lítilsháttar breytingu og deiliskipulagi til að halda málinu áfram. Þannig að þetta er bara gleði. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir 5. lið fundargerðarinnar Skólaveg 54, breyting á skipulagi. Svo er ekki, þeir sem samþykkt geta 5. lið eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11:0. Þá tökum við næst fyrir 6. lið fundargerðarinnar, Fitjabraut 5-7, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust. Róbert Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að koma nú aftur hérna eftir og fara aðeins yfir fundargerðina í heild sinni, en að því við erum að tala þennan lið, þá vil ég bara útskýra fyrir ykkur hvað þetta snýst Þetta er sem sagt lóð sem BYKO er að fá þarna og á verður þarna norðamegin og sunnamegin verður lóð World Class. Og við fengum í grenndarkynningu þarna, þá fengum við ábendingu. Við fengum ekki, þetta var ekki mótmæli eða neitt, þannig þetta er ábending og þetta var svona bara liður í að BYKO og World Class geta unnið saman. Þeir eru ágjörð af því hjá World Class að BYKO myndi ganga vel frá lóðunni sinni. Þannig að þetta snýst bara það og þetta er bara hið besta mál alls saman. Þannig að vonandi verða þessi verkefni bæði World Class og BYKO að veruleika sem fyrst og ég held að það sé ekkert því til fyrirstöðu okkar hálfu. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust 7. lið fundargerðarinnar, Fitjabraut 5-7.
Það er engin sem óskar eftir að taka ekki fleiri. Þeir sem samþykkt geta 7. lið Fitjabraut 5-7 niðurstöðu grenndarkynningar eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Þá tökum við fyrir 8. lið fundargerðarinnar umsókn sameiningu lóðanna Hólamið 1 og 1A. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 8. lið eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Þá tökum við hér síðast fyrir 11. lið fundargerðarinnar áform lagningu ljósleiðara. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 11. lið fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur 11-0. Þá gef ég orðið laust fundargerðina í heild sinni. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mig langar aðeins að fara í þessa fundargerð. Því ég er nú ekki alltaf hérna. Þannig að mig langar að byrja á kannski aðeins nefna mál nummer 1. Þið þekkið þetta er skrúðgarðinum, þarna ætlum við að sitja komin á skautasvelli. Og það var svona að vera að finna staðsetningu fyrir skautasvellið í skrúðgarðinum. Það verður á svipuðum slóðum og var síðasta vetur. En nú verður það þarna til framtíðar. Og svo er það mál nummer 2. Áskorun í skógrækt. Okkur hefur nú verið tíðrætt skógrækt á þessum fundi. Bæði í ungmennaráði og svo kom Bjarnipállinn á skógrækt. En þetta er svolítið stórt og mikið verkefni. Þetta er fyrirtæki sem heitir Landlife. Og þetta fyrirtæki óskar eftir landsvæði í Reykjanesbæ fyrir skógrækt. Og þeim vantar 2000 hektara pluss. Og við erum búin að finna þeim landsvæði sem er norðan við Seltjörn og viljum að þeir vilja fá þetta landsvæði í 40 ár til þess að verkefni verða veruleika og þarna verður plantað gríðarlegu magn af trjám. Það kynntu þetta fyrir okkur sjálfbærnifulltrúinn og það er að finna glindin um það. Berglind og hún, hvað heitir hún? Anna Karen. Og þeim finnst þetta gríðarlega mikilvægt og gott mál og þarft. Og við vorum sammála því í ráðinu og erum bara mjög sátt við þetta verkefni og samþykktu það. Endurskoðun aðalskipulagsins, það er bara mjög gott mál, það er búið að fara svolítið fram og aftur, en nú er það bara að fara sína síðustu ferð til skipulagsstofnunar og ætti þá að vera samþykkt mjög fljótlega. Svo erum við búin að fara Fitjabrautina, Hólamiðin, göng- og hjólastígur frá Keflavík til Hólmsvallar í Leiru. Þarna viljum við erum búin að fá peninga frá Vegagerðinni í þetta verkefni að búa til göngustíg út í Leiru og sem er bara mjög gott og þarft fyrir bæði unglinga og aðra sem vilja hjóla eða labba í Leiruna. Svo ætla ég aðeins að nefna fyrir ykkur bílastæðasjóð. Við viljum stofna bílastæðasjóð og ég ætla að fá að lesa aðeins upp úr því. Aðeins að finna þetta hérna. Þarna kemur það. Við langar bara að lesa fyrir ykkur verkefni bílastæðasjóðs. Hvaða verkefni bílastæður hefur með að gera? Það er að setja sveitarfélagið fram stefnu að innheimtu gjaldtöku ferðamannastaða sem innheimt væri með bílastæðagjaldi. Stýra notkun bílastæða til dæmis í miðbænum með stöðumælum.
stýra notkun bílastæða við íbúðagötur, til dæmis með útgáfu bílastæðakorta, nota sektarheimild þegar lagt ólöglega eða þar sem beinlínis óheimilt að leggja. Nokkur ásögn að myndast í svæði til að setja upp rafhleðslustöðvar, bílastæðasjóður sæi útboð og styrki til slíkra mála. Og unnið að útfærslu á langtímastæða fyrir bílalegur og ferðavagna, útvistun á rekstri slíka starfsemi væri á forræði bílastæðasjóðs. Þannig að þetta mjög mikilvægt að við stofnum hér bílastæðasjóð. Takk fyrir. Rannveig Erla Guðlíksdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir gestir. Ég ætla einmitt að fá að ræða bílastæðasjóð Reykjanesbæjar. Við fögnum því að hafa verið umræða þann bílastæðavanda sem blasir við í miðbænum. Við viljum þó hvetja til þess að stigið verði varanlega til jarðar í þeim efnum, þar sem vandinn margþættur. Samgöngur eru ekki til fyrirmyndar og því ekki tímabært að þær komi í stað einkabílsins. Mikið af skrifstofuhúsnæði á Hafnargötunni, þar sem starfsmenn vinna frá 84 virkudagana og þurfa því langtíma stæði og svo hefur íbúðum í miðbænum fjölgað. Helst þarf þó að gæta hagsmuni þeirra verslana sem eru við Hafnargötuna, en ekki má fæla frá mögulega viðskipti þeirra verslana með því að hafa gjaldskild. Mögulega væri fyrsta skrifa að byrja að skoða lausnir á langtímastæðum, með því yrði kannski meira flæði á þeim stæðum sem fyrir eru á Hafnargötunni. Ég beð að þetta verði bókað. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta. Ég held að bæjarfulltrúi Róbert hafi komið ágætlega inn á þetta í sínu máli þegar hann les upp bókun sem var gerð, eða það er að segja hlutverk, að við erum að fara af stað með vinnuhóp, þannig að það er ekkert að því ég best veit búið að ákveða það að verði farið í gjaldtöku á Hafnargötu eða nokkuð starf annar stað, við bara að fara að skoða þessi mál, en þetta er góð brýning inn í þá vinnu. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Skemmtilegt að bæjarfulltrúi bæjarfulltrúi umbótar afsakaði og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem hér stendur eru að ræða svipað mál, en við nálgumst það á annan veg. Og mér langar til þess að lesa það sem er bókað bílastæðamál hjá umhverfis- og skipulagssviði á 12. mál og er þarna á 31. fundi, að þá kemur fram, og þetta er bein tilvitnun til fundargerðarinnar, skipulagsfulltrúi leggur fram drög að stofnun bílastæðasjóðs. Stofnun bílastæðasjóðs hefur lengi verið í bígerð, en tilgangur slíks sjóðs er að halda utan gjöld, innheimtu og kostnað við bílastæði á bæjarlandi og rekstur á bílastæðum í eigu sveitarfélagsins. Gerir það mögulegt að fylgja eftir reglum sem sveitarfélagi setur heimilar og ótímabundna bifreiðastöður með sektum. Einnig, ef ástæða þykir til, hefði sjóðurinn umsjón með styrkjum til íbúa og lóðarhafa til að útbúa bílastæði ef ástæða þykir til. Lagt er til að stofnar verði starfshópur með tengingu við umhverfis- og skipulagsráð og bæjarráð, sem kannar fýsileika og ákveði verkefni sjóðsins. Verði tekin ákvörðun stofnun sjóðsins, verði honum sett stjórn sem mótar reglur og starfshætti. Tekjur sjóðsins rynnu til rekstrar hans og afgangur í bæjarsjóð. Það sem að við erum meira að gera athugasemd við, og eins og forseti nefndi áðan, er ekkert ákveð í þessu máli, og það er verið að fara að setja stofn
nefnd þetta væntanlega og starfshóp og við erum væntanlega öll sammálin það, en það er mjög sérstakt verð ég að segja að það er bara nokkrar málsgreinar hérna bílastæðasjóð. Það er bara komið bara fullt af hugmyndum og það er bara komið inn í fundagerð að því að skipulagsfulltrúi kom fram með hugmyndir. Það er frábært að skipulagsfulltrúi vandrög. Það er frábær vinna sem hann er að koma með. Það hafi bara akkurat engin umræða orðið þetta eins og forseti sagði réttilega áðan. Þannig að okkur finnst skrítið að setja þetta í fundagerð eins og það sé búið að ákveða eitthvað. Að setja fram hugmyndir í fundagerð og ég ætla ekki meiri hluta eða minni hluta í þessu máli. Að það sé einhver ágreiningur þar. Það sem við erum eingöngu að segja að umræðan er strax orðin mjög heit það að við ætlum virkilega að drepa verslun á Hafnargötunni, að við séum að fara að skattheimta, að það sé að auka skattheimtu Reykjanesbæjar í gegnum bílastæðasjóð og svo framvegis þegar að starfshópurinn ekki einu sinni byrjaður. Það er ekki hafið vinna þessu. Þannig að við viljum vera með bókun sem að er meira bara brýning aftur vegna þess að þetta er bókað svona sem að okkur finnst sérstakt. Að bókun vegna 12. máls á 301. fundi umhverfis- og skipulagsráðs bílastæðasjóð. Og bókunin er þá svona, með leyfi forseta, Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á og notar sama orð og umbót að stigið sé varlega til jarðar varðar hugmyndir af bílastæðasjóði. Nú er málið eingöngu á hugmyndastigju en í bókun umhverfis- og skipulagsráðs eru þegar settar fram hugmyndir sem eru misgóðar að okkar mati. Sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn í samstarf athugun á fýsileika bílastæðasjóðs en hefur áhyggjur af þeim atriðum sem koma fram varðandi málið áður en vinnan er farin af stað. Og undir þetta skrifa Margrét Sanders, Helga Jóhanna Oddsdóttir og Alexander Ragnarsson. Ég ítreka að þetta er góð umræða, góð undirbúningsvinna, ekkert ákveðið, starfshópur fer af stað en bara athugasemdin snýr að því að það komi algjörlega kýrskýrt fram að það er ekkert búið að ákveðismáli. Takk. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er margt í þessari fundagerð umhverfis- og skipulagssviðs sem er allra athygli virði að mínum mati. Fyrsti liður fundarins eins og hefur komið áður hérna fram fjallar uppbyggingu á Viðbrotartorgi og Skautarsvelli. Mér finnst þetta að vera dæmi mál sem að geti móta töluvert viðburðahald í bænum okkur til framtíðar. Þetta er lítið skref en mikilsvert. Ég svona allavega persónulega vona að til framtíðar verði einnig sá möguleiki til staðar að hægt vel að yfirbyggja svæða hluta eða eitthvað þýðinlíkt til að auka nýtingarhlutfall svæðisins svona þessa fáu daga sem regnur og blæs hérna í bænum hjá okkur. Og ég hef áður komið hérna upp og fjallað verkefni sem að liður 2 Bonn áskorun skógrækt fjallar og vill því bara ekki gera annan að ítrekka það sem áður hefur komið fram að ég vonast til aðalega muni ná saman málið. Einnig vill ég lítilega minnast á lið númer 9, göngu og hjólastígu frá Keflavík til Hólmsvallar í Leiru. Þetta er bara mikilvægt og þarft verkefni sem mun vonandi einnig tengja Hólmbergskirkjugarð við göngustígakerfi Reykjanesbæjar en það er nú afar sérstakt að íbúar hér í bæ geti ekki gengið eftir göngustíga stærsta grafreit bæjarins. Einnig finnst mér hérna dagsendingin á erindinu sem er til umfjöllunar. Mér fannst hún athyglisverð. Þarna er að ræða erindi frá 28. mars síðastliðnum. Ég vil hvetja til þess að erindi séu tekin til afgreiðslu jafn óðum og þau berast en ekki mörgum mánuðum eða í þessu tilfelli hálfu ári eftir að þau berast. Og mér finnst, líkt og margir hafa komið hérna inn á með bílastæðasjóðinn, mér finnst það fagnaðarefni að við séum farin að ræða hann og stofnun hans. Hún er löngu tímabær og þarft skref fyrir bæjarfélagið okkar að mínu mati. Með stofnun bílastæðasjóðs verðum við loksins með verkfæri í höndum til að taka á ákveðnum áskorunum sem nú þegar eru til staðar í samfélaginu. Áskoranir sem voru til staðar fyrir COVID og eru nú að heimsækja okkur aftur á fullum krafti og allir kannast við. Við erum að tala um ökutæki sem er lagt svo dögum skiptir í íbúðagötum bæjarins. Það eru iðulega á ferðinni ferðalangar sem vita hvað öruggur og friðsæll Reykjanesbær er og ákveða því að leggja bílunum sínum í hverfum bæjarins og treysta á að íbúar Reykjanesbæjar vakti nú fyrir þá ökutæki á meðan þeir eru áhyggjulausir í fríi erlendis. Enda gera íbúa það,
margir þeirra hringi í lögreglu og láta vita þessum bílum, en það sem ekkert bannar að ökutækinu sé lagt þarna, getur lögreglan lítið hana gert en litið við og sé hvort ekki sé allt í góðu lagi og auki þannig enn frekar við gjaldfrjálst eftirlit með ökutækinu. Þetta er bara frábær þjónusta hjá okkur í Reykjanesbæ. En svona grínlaust þá hér vaxandi vandamál að ræða og við þurfum að hafa einhver tök á að bregðast við og stofnun bílastæðasjóðs í mínum huga eitt skref í þá átt. Einnig mun stofnun sjóðsins mögulega bjóða upp á tækifæri til uppbyggingar við ferðamannastaði. Með því að innheimta hóflegt gjald við ferðamannastaði mætti fjármagna uppbyggingu og rekstur og aðstöðu við þá staði. Til dæmis stoppar mikill fjöldi ferðamanna bara til dæmis við brúna milli heimsála á hverjum degi og vafalaust myndu þeir vilja geta nýtt sér frekari aðstöðu ef hún væri á staðnum og til að byggja hann upp þar fjármagn og aftur geti stofnun bílastæðasjóðs leikið þar lykilhlutverk. Í mínum huga er markmiðið með stofnun sjóðsins ekki að rukka fyrir ykkur 8 bílastæði á Hafnargötunni eða annað þvíumlíkt. Það gæti þó skapa tækifæri til þess að setja eitthvað tímamörk á það hve lengi eftirsótt bílastæði í bæjarfélaginu eru nýtt. Og það er bara ábyrgðarhluti hjá okkur bæjarfulltrúum að skoða þetta til hlítar. Og ég segi bara svona heilt yfir eins og máli lítur út núna, komdu bara fagnandi bílastæðasjóður og ég er sannfærður að stofnun hans sé jákvætt framfaraskref í samfélaginu okkar. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Það myndast hefði hérna frú forseti, okkur bæjarfulltrúar, það myndast ákveðin hefð, Bjarni fyrir upp á talar og ég kem á eftir. Það er svona ákveðin hefð sem við erum búin að samþykja. Hérna, mér finnst það nú, ég er að koma hérna undir bílastæðasjóð, mér finnst það nú ótrúlega viðkvæmni hérna sem hér er á ferðinni hérna varandi bílastæðasjóðin og undirbúning starfsmanna að drög minnisblað sjóðin. Hérna, mér finnst það bara gott að menn eru búin að hugsa þetta, setja fram hugmyndir á blað, en eins og alltaf þá er þetta drög og við erum eftir að vinna í þessu hérna, heil mikið og þetta kemur á leiðarenda. En mér finnst þetta óþarfa viðkvæmni og bókun út af því að starfsmenn eru hérna framsæknir og hérna í minnisblaði. Mér finnst þetta, og hvað þá þessi bókun, hún skulle kalla svona viðbrögð, en við erum að byrja vinnuna. Mér finnst þetta svona óþarfa viðkvæmni í þessu. Takk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Hefðin er Bjarni, Friðjón, Margrét. Nei, alls ekki. Og ég ætla bara að segja og vera sammála bæjarfulltrúum Friðjóni og Bjarna og Rannveigu. Sko, ég vona að fulltrúar umbótar hafi líka verið að tala það, að ég held að þetta sé til góðs og þetta langtíma bílastæðir hvar sem í Reykjanesbæ gjörsamlega óþolandi. En það sem að við okkur fannst ástæða til að bóka er ekki frábær vinna, það er ástæða fyrir að ég kemur upp. Ég var ekki að gera lítið úr vinnu skipulagsfulltrúa og það er bara eðlilegt að starfsmenn bæjarins undir vinni málið. En það sem að við bara að tala og ég held að við þurfum líka að hugsa það, þegar að fundagerðir eru skrifaðar í nefndum, að þegar að svona málefni eru bara á frumstigi, eru bara í vinnslu, verið að undirvinna, engin umræða orðin, að þá hafa bara fæst orð, sko, það er bara best að vera með sem fæst orð svona, af því að ég vil ekki nefna ábyrgð í þessu sambandi. Best að hafa fæst orð vegna þess að við fáum ekkert vinnufrið með svona, því að menn hafa eru með alls konar ímyndanir líka af því að í bókun umhverfis- og skipulagsráð þá er talað að hægt sé að ef að afgangu verður þá renni það í bæjarsjóð og svona. Þetta er bara ekki tímabært að fara að tala svona. Þetta er ekki viðkvæmi, þetta er bara brýning og við leggjum mikla áherslu á í okkar bókun og okkur finnst þetta gott að koma með þetta. Okkur finnst gott að setja starfshóp, fara í umræðuna, hver er fókusinn, hvað við að fara að gera, hvert er markmið og allt svona og þá verður auðvitað að vera eitthvað grunnur. Við förum ekki að vinna bara í loftið og bara þakka skipulagsfulltrúa að koma með einhverja grunnin og koma hlutunum á stað. Þannig byrjar þetta. En það er bókunin sem að sérstök. Það er það sem við erum að leggja áherslu á, líka kannski til að kæfa það að þetta er ekki það að við séum að fara að skattleggja menn í drep hérna í sveitafélaginu með þessu.
Það er alls ekki hugmyndin. Rannveig Erla Guðlaugsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir gestir, ég ætlaði bara að koma og brýna fyrir að í upphafi bókunar sagði ég að við fögnum þessari umræðu og ég gerði algjörlega grein fyrir því að við vissum að þetta var ekki orðin eitt skipulag, heldur bara fögnum við því að það sé byrja að takast á við þetta, en við viljum gjarnan að það sé haft í huga að þetta er margþætt vandamál. Takk fyrir. Takk fyrir það. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti ákvæmdi bæjarfulltrúar, þetta er ágætis umræða en ég velti því fyrir mér sko að á fundi ráðsins þar sem þetta er rætt, þar eru fulltrúar stjórnmálaflokkana inn á fundinum ásamt starfsmönnum. Í svona verkefni finnst mér að þegar að eins og í þessu tilfelli Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram bókun vegna þessa máls, þá er fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á fundinum sjálfum. Hann samþykkir þetta og gerir ekki athugasemd við bókunina á fundinum en svo koma bæjarfulltrúar flokksins hérna upp og gera athugasemd við bókunina. Mér finnst kannski að menn eiga að vinna svona betur í ráðunum og nefndamenn verði trúir sinni sannfæringu í ráðunum og bóki þar komi athugasemdir inn í ráðunum í staðinn fyrir það að samþykja eitthvað í ráðunum og svo koma fulltrúar viðkomandi stjórnmálaflokks í bæjarstjórn og gera athugasemdir. Þetta ætti náttúrulega að vera meiri tenging á milli. Ég er ekkert að segja þetta sé bara einn frekar en aðrir en svona almennt yfir þá held ég að við þurfum að gera athugasemdirna inn í ráðinu þannig að áður þetta fer af stað. Það er dálítið seint í rassinn gripið eftir á. Takk fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég þarf ekki að eiga síðasta orðið. Það er ekki þess vegna sem ég stendu. Alls ekki. Það sem að mér fannst frá bæjarfulltrúa Friðjóni vera dálítið lykilatriði og ég er að sammála að mörgu leyti varðandi það og þetta var alls ekkert bent á einhvern eitt flokk eða einhvað annað. Við verðum öll bara ég og þú og hinn og hún og hann og hán og allir að vera meðvitaður um það að fundagerðin er að gefa ákveðna vísbendingar og það er það sem að við erum að leggja áherslu á því að þegar að við sem að vorum ekki inn í umræðinni í umhverfis- og skipulagssviði lesum síðan fundagerðina að þá erum við að misskilja svona hrapalega. Ef að við hefðum bara tekið fundagerðina þá hefði bókunin orðið bara hvað er meiri hlutan að fara að skattleggja íbúðum. Það var bara ekkert svoleiðis. Þetta var ekkert umræðan á umhverfis- og skipulagsráði samkvæmt okkar upplýsingum. Þetta var alltaf bara í bróðerni og vera að fagna því að fara af stað með þetta og annað. En þegar að þriðji aðili lesi þetta þá er mikill misskilningur sem kemur af stað og þess vegna er betra að bóka stundum minna heldur meira, sérstaklega þegar hlutundin ekki farnir af stað. Það er það eina sem við erum að gera en ég vil taka undir með Friðjóni. Auðvitað væri best í hennu fullkomna heimi að það séu bara allir sammála um allt innan flokkana og utan flokkana og allt. En ég hef alveg gert mistök varðandi bæjaráð. Þá höfum við verið að ræða eitthvað á bókunina og ég er að lesa fundagerðina og ég er bara svo vel inn í umræðinu sem varð og svo koma mínir meðflokksmenn og spyrja býtu hvað er þetta? Og þá þurfum við að fara að útskýra þetta betur og ég hef heyrt þetta líka í öðrum flokkum. Þannig að við skulum ekki vera alveg svona, við erum meira bara að brýna þetta, við erum flott hérna, við erum til í samstarfið, áfram gakk, en ekki að fara að skattleggja eitthvað, það er ekki hugsunum með þessu, eða tilgangur. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. október eru beðnir að gefa merki.
og hún er samþykkt 11-0. Þá tökum við fyrir 3. mál á dagskrá sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 18. október, orðið er laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar. Já, mér langar að koma hérna upp undir fundargerð lýðheilsuráðs sem haldin var þann 18. október síðastliðinn og langar mig sérstaklega að ræða lið 2 sem heitir Lýðheilsa á Suðurnesjum. En þar kynnti lýðheilsufulltrúin hún Ásdís Ragna Einarsdóttir niðurstöður rýnihópa rannsóknar Lýðheilsa á Suðurnesjum sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Reykjanesbæ. Nú veit ég ekki hvað þið hafi lesið þessa skýrslu djúpt, hún er tæpar 30 blaðsjur en hún er mjög áhugaverð og margt sem ég hnaut í henni og kannski fyrir þær sakir að það er ákveðið skógræktarþema í dag, búið að vera hérna í allan dag, að þá sá ég hérna undir samantekt umhverfi og skipulag stendur með leyfi forseta. Elsti hópurinn var áberandi jákvæðastu gagnvart því sem Reykjanesbær hefði gert til að efla lýðheilsu íbúa, samanber göng og hjólastígar, útitæki til æfinga og Janus heilsuefling. Yngsti hópurinn setti fram mestu gagnrýnina. Umhverfi Reykjanesbær þótti þeim grátt og óaðlaðandi sem að bætta mæti með gróðri og fallegum bæjarkjarna. Þannig að við erum heldur betur búin að fá brýning skógræktarátak sem betur fyrir við erum að fara í. Þannig að það eru mjög góðir og áhugaverðir punktar hérna og vil ég fagna þessari skýrslu og það sem var rætt við fólk á mismunandi aldurshópum og líka fólk úr pólska samfélagin okkar. Og þar kom líka fram, með leyfi forseta aftur, að mati pólsku þáttakenda sýndu yfirvöld á Suðurnesjum pólska samfélaginu takmarkaðan áhuga. Og ekki væri sérstaklega að vera að leita eftir þeirra viðhorfum þegar tekna væri mikilvægar ákvörðunum sem varðaði hag allra bæjarbúa. Þannig að þetta er inntak sérstaklega ætlað okkur öllum sem að við munum að sjálfsögðu taka til okkar. Þannig ég hveti ykkur bæjarfulltrúar til að lesa þessa góðu skýrslu. Það er fullt af punktum, allt frá svefn til heilsu og matræðis, en hún er mjög áhugaverð. Takk. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru gestir. Ég kem hérna upp undir fundargerð lýðheilsuráðs og langar að nefna hérna liði 2 og 3 þar sem fjallað er meðal annars aðgerðaráætlun lýðheilsuráðs fyrir árið 2023. Eitt mest vaxandi heilbrigðismál okkar tíma er hrakandi geðheilsa og er þunglyndi nú talið vera helsta ástæða örorku eða skertrar starfsgetu í heiminum. Og ég fagna því að lýðheilsuráð setur geðheilsu sem aðal þema sinnar aðgerðaráætlunar fyrir árið 2023 og þar er áhersla lögð á andlega heilsu efstu bekkja grunnskóla, framhaldsskólanema og eldri borgara. Það er í þessu ljósi sem ég lýsi yfir vonbrigðum mínum að lesa það þarna í fundargerð að sálfræði þjónusta við nemendur FS skuli hafa verið lögð niður. Og ég tel að vera mikla afturför og í hróplegu ósamræmi við auknar áskoranir ungmenna á sviði geðheilsu. Og ég treysti því að lýðheilsuráð fylgi óskun sínum ástæður þessa eftir og tryggi gott samstarf og samráð við stofnanir í sveitarfélaginu í þessum mikilvæga málaflokki þannig að sem bestur árangur náist. Takk. Takk fyrir þetta. Tek undir það að mikilvægt er að fara inn í geðræktina og að það sé ánægjulegt að sjá að það séu helstu áhersluatriði sem lýðheilsuráð vill stefna á næsta ári. Mér langar kannski bara í ljósi þess að hér er rætt sálfræðiþjónustu í Fjölbrautaskóla Suðurnesja
að bara minna á að Fjölbrautaskóli Suðurnesja eru þetta á hendi ríkisins eða rekstur hans og það var hér samkomulag, samningur á milli sveitarfélagsins og Fjölbrautaskólans að sálfræðingar sem starfa á fræðslusviði Reykjanesbæjar voru að sinna þessari þjónustu og síðan þegar sá samningur rennur út af ýmsum ástæðum að þá auglýsir Fjölbrautaskólinn sjálfur eftir sálfræðingi til starfa sem mjög ánægilegt. Ég held að það eru nokkur dæmi það að fjölbrautaskólar eða framhaldsskólar séu með sálfræðinga starfandi innan skólana og það mjög ánægilegt að sjá að Fjölbrautaskóli Suðurnesja steig það skref að auglýsa eftir sálfræðingi. Ég get nú ekki sagt að ég viti hverjar heimturnar voru, hvort að það hafi borist umsóknir eða hvort sálfræðingur hefur verið ráðinn til starfa en það vonandi verður það þannig að það verði starfandi sálfræðingur innan Fjölbrautaskólans. Og þetta kannski líka svona áskorunin að vera með börn innan framhaldsskólana þar sem að nú eru flesti bara rétt komnir upp yfir 18 ára aldurinn þegar þeir útskrifast úr framhaldsskólinn sem var kannski ekki alveg áður en það þarna ástæða fyrir því að allavega Reykjanesbær ekki að sinna þessari þjónustu lengur en eins og ég segi mjög ánægilegt að heyra að og sjá þessa auglýsingu frá Fjölbrautaskólanum og er ég glöð með að sjá það skref hjá stjórnendur skólans. En orðið er laust fundargerð lýðheilsuráðs. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bara rétt aðeins til að dýpka á þeim upplýsingum sem liggja fyrir sálfræðiþjónustu Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem ég set nú í skólanefnd skólans að þá hef ég þekki ágæta til umræðunar og þetta í takti við það sem að bæjarfulltrúi Halldóra var að segja að skólinn hafði auglýst eftir skólasálfræðingum síðustu upplýsingar sem ég vissi málið sem að kom ekkert út úr, engar umsóknir bárust fóru að leita annarra leiða og ráða mögulegin annars konar sérfræðinga var það síðasta sem að ég hafði eftir skólameistara en einnig náttúrulega ábyrgðin á þessari þjónustu gagnvart skólanum á enn einni stofnuninni sem undir fjármagnu hérna í samfélaginu hjá okkur, það Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem á að tryggja þjónustu við skólana og það var gerður sérstakur samningur eða það var sérstakt fjármagnarklafa sem veitti það að heilbrigðisstofnanir í hverju umdæmi gætu veitt sálfræðiþjónustu í samstarfi við Fjölbrautaskóla og það búið að senda spurningar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja veit ég það hvernig það gengur og Fjölbrautaskólinn hefur óskað eftir samtali við heilsugæslustofnunina heilbrigðisstofnunina það hvernig þeir ætla að mæta þessari þjónustu þörf. Veit ekki alveg hver staðan á því að fá eitthvað formlegt ferli þar í gang en það er alltaf vilji hjá skólanum til þess að gera samning þar þannig að svona alltaf eins og ég hef séð úrvinnslun á þessu þá verið að leita allra leið og menn eru mjög meðvitaður mikilvægi þess í Fjölbrautaskóla Suðurnesja að þessi þjónusta sé til staðar en það var verulega góð nýting á henni samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef haft þaðan. Takk. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, takk fyrir greinagóðar upplýsingar, bæjarfulltrúi Bjarni og forseti. Það breytir því hins vegar ekki að ég legg áherslu á það að við tölum við þær stofnanir sem í hlut eiga og að ábyrgðin liggi á herðum ríkisins annars vegar og svo sveitarfélagsins hins vegar. Það á ekki vera skýring á því að við sættum okkur við orðin hlut. Það er okkar sem hagsmunagæslumenn íbúa þessa sveitarfélags að stíga fram og eiga þetta samtal við ríkið og tryggja það að þegar við sjáum þörf á aukinni þjónustu við okkar íbúa og ég tala nú ekki ef að niðurstaðan sem að lýðheilsuráð er að óska eftir að fá upplýsingar sé svo að þessi þjónusta hafi verið mjög mikið notuð. Þá sætti ég mig ekki við það og get ekki sagt það við bæjarbúa að við sitjum bara og
og hugsum bara, ok, samningurinn rann út, þetta átti nú aldrei að vera og ríkið með þetta. Við þurfum að stíga fram og krefjast og fara fram á. Og mér skilst að HSS sé með fjárveitingu til þess að sinna þessu verkefni. Hver ætlar að fara og sækja það? Hver ætlar að ræða við HSS að hér komin áhersla fyrir 2023 geðheilsu barnanna okkar og ungmenna og eldri borgara? Hver ætlar að sækja þetta? Það þarf að eiga sér samtal og það fólst í brýningu minni til lýðheilsuráðs að því ég fagnaði þessari áherslu. Brýningin felst í því að við tölum við stofnanir og þá resursar sem að geta sinnt þessari þjónustu og finnum leið. Takk fyrir. Þetta er bara frábær umræða og ég held að ekkert okkar muni sitja með hendur í skauti í þessu máli, þannig að bara þetta er mikilvægt. Bæjarstjóri hefur óskað eftir orðinu. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka þessu umræðu, hún er fín. En jafnframt upplýsi ykkur það að bæjarstjóri, ég í ágætu sambandi við bæði skólayfirvöld í fjölbrautaskólanum og yfirstjórn heilbrigðisstofnunar á Suðurnesja og aðrar þær stofnanir hér opinberar og mörg einkafyrirtæki líka sem eru saman að vinna hagsmunum sveitarfélagsins. Og ég þykist vita að heilbrigðisstofnun sé alveg full ljóst þessa áherslu, enda eru þau að reyna að styrkja sitt geðteymi sjálf til þess að geta veitt betri þjónustu. Og ég veist ekki að fjölbrautaskólinn á sömu vegferð þar, en ég skal í næstu samtölum mínu við forsvarsmenn þessara stofnana fara yfir þessi mál eins og mörg önnur. Takk fyrir það. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að nefna eitt í þessu sambandi. Ég tek heilsár undir það að auðvitað á þetta verið til staðar í Fjölbraut, en mér langar samt að benda á það að á sama tíma að við erum að berjast fyrir fjármunum til HSS og fjármunum í málefni fatlara og fleiri málaflokka hjá Reykjanesbæ, að þá erum við að ræða hérna málefni ungmenna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem er alfarið á vegum ríkisins. Og mér finnst það að sumu leyti, það finnst mér mjög sérstakt á sama tíma og ríkið skuldar okkur milljarða, að þá skulum við ræða hérna mál af því að það fékkst ekki starfsmaður í Fjölbrautaskólann. Það finnst mér umhugsunarvert af hverju við ræðum ekki frekar alla milljarðana sem okkur vantar inn í málefni Reykjanesbæjar á lögbundnum verkefnum okkar. Þetta verkefni er auðvitað ekki lögbundið og hefur ekkert með okkur að gera, þó við höfum verið frumkvöðlar í því að styrkja þetta verkefni í Fjölbrautaskólanum. Það var bæjarsjóður sem gerði það, Reykjanesbær sem gerði það, af því okkur fannst að verða að vera. Mér finnst að umræðan okkar ætti frekar að snúast meira á okkur og ég skil alveg þennan áhuga á þessu verkefni, en menn ræða þetta meira heldur en 100 milljónir sem okkur vantar inn í málaflokkinu hjá okkur. Það er merkilegt. Áður við höldum áfram ætla ég að minna á að við samkvæmt bara okkar fundarsköpum þá komum við hér upp tvisvar og nema þegar við erum að svara fyrir okkur, ef svo má segja. Þannig að ég ætla að gefa Helgu Jóhannu, þó að þetta sé þriðja sinn, gefa henni tækifæri á að koma og svara hér. Gjörðu svo vel. Ég þakka fyrir, forseti, kæru bæjarfulltrúar, ég skal vera stutt orð. Ég er hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Friðjóni að stóru peningarnir, stóru málin eru þeir fjármunir sem okkur vantar frá ríki til sveitarfélags. Það hefur samt ekkert upp á sig að við séum öll hvert á fætur öðru að koma hérna upp og endurtaka sömu tugguna. Ég treysti því að þín orð hafi heyrst og við erum sammála þeim, Friðjón. En það má aldrei verða þannig að þó að stóru málin séu þarna, þá ætlum við ekki að horfa á neitt annað á meðan. Geðheilsa er dauðans alvara og við verðum að geta hort á hana alveg eins og hvernig við ætlum að rukka fyrir
bílastæði. Takk. Takk fyrir þetta og brýni bæjarfulltrúa líka að ávarpa hvert annað ekki með fornafni, heldur með bæjarfulltrúa þar á undan. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla nú að tyggja sömu tugguna og ég var að segja hérna áðan, en bara svona til áréttingar og til þess að sé ekki miskilningur á ferðinni þar. Alveg svo ég skil málið gagnvart því hvernig það lítur út fyrir gagnvart fjölbrautaskólanum, að þá berst fjármagn frá ríkinu til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem er sérstaklega ætlað til þess að mæta sálfræðiþjónustu og geðrækt í fjölbrautaskólanum og fjölbrautaskólinn hefur kallað eftir því að sé gerður samningur við skólan milli Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og skólans sálfræðiþjónustu til handa þeirra nemendum og það er bara í þeirri stöðu eins og ég skil málið að ekki búið að gera samning og ekki verið að veita þjónustu en féð er sannarlega búið að eyrnamerkja eina málaflokk og eins ég skil ekki málið öðru sem það sé búið að berast Heilbrigðisstofnunni. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð lýðheilsuráðs? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs frá 18. október eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við næst fyrir 4. mál á dagskrá sem er fundargerð velferðarráðs frá 19. október síðastliðnum. Orðið er laust. Rannveig Erla Guðlusdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir gestir, að þessu sinni kemur upp vegna fundargerðar velferðarráðs, liðar 2C, þar sem við tökum undir áhyggjur velferðarráðs af því að staða verkefnisstjóra barnavæns sveitarfélags verður lögð niður næstu mánaðamót. Mikil og vöndu vinna hefur verið lögð í verkefni sem við höfum áhyggjur af og verða ekki fylgt eftir af sama krafti og hingað til hefur verið gert. Nú á að skipa í nýjan stýrihóp til að tryggja að innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna haldi áfram en gert er ráð fyrir að sá hópur verði valdir starfsmenn Reykjanesbæjar sem nú þegar er þéttsetnir verkefnum. Við teljum brýnt að endurskoða þessa ákvörðun því stefnu áherslan börnin mikilvægust býður ekki upp á neitt slaka ef efndir eiga að fylgja orðum. Ég bið að þetta verði bókað. Takk fyrir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er svona þegar maður fyrir frí, þá er maður með málæði, en svo er ekki, heldur eru nokkur málefni sem eru mér mjög hjartfólgin og þar á meðal móttaka flóttafólks og hælisleitenda í Reykjanesbæ. Og við teljum mjög mikilvægt að tekið sér vel á móti flóttafólki og fólki sem er að óska eftir alþjóðlegri vernd sem er tvennt ólíkt og algjörlega aðrar skilgreiningar. En ástæða þess að við komum hérna upp er að í 4. máli hjá velferðarráði þá er talað málefni flóttafólks og talað að Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, hafi gert grein fyrir stöðu mála samræmda móttöku og að unnið er að samningsdrögum við ríkið og er stefnt að því að leggja þau fyrir næsta fund velferðarráðs. Það sem mér finnst bara mikilvægt þarna er að við horfum á heildarmyndina, horfum á þegar að vera að semja við ríkið, að ríkið standi við sitt og þá þegar ég tala um ríkið þá er ég að tala líka Útlendingastofnun og aðra að það sé ekki gerður samningur með hægri hönd og svo kemur vinstri hönd og leigir íbúðir fyrir, og þá er ég ekki að tala um flóttafólk, þar er ég að tala fólk sem er óskað eftir alþjóðlega vernd. Og ég vil horfa á þessi mál í heilsinni, ég vil horfa á þessi mál í samræmi, bara hvernig eru við almennt í þessu málaflokki, hvað er ríkið að gera, eru menn að standa við samninga, hvað er samningsbundið, hvað er ekki samningsbundið, hvert er hlutverki og svo framvegis. Þannig við þurfum að ná miklu betur utan með málaflokk, við sem pólitíski fulltrúar og starfsfólki saman. Bara átt okkur á umfanginu,
af því að meira að segja tölur, ég veit að forseti hefur góða innsýn í þennan málaflokk sem starfsmæður innan þessa málaflokkar, þannig að það er gott, en við í heildinni viljum ná utan málaflokkin. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu og hef áhyggjur af aftur þegar verið að gera samning við ríki, hvort sem eru flóttafólk eða fólk sem er að sækja alþjóðlega vernd, að það sé staðið síðan við samninga en ekki farið síðan bakdyra megin með eitthvað annað. Takk. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri Kjartan má gera svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til að svara bæjarfulltrúanum hér sem var að tala barnvænt sveitarfélag, þá get ég upplýst ykkur það að við erum búin að semja við einn af núverandi starfsmönnum sveitarfélagsins að taka að sér það verkefni að fylgja þessu mikilvæga verkefni eftir til enda í þeim fasa sem við erum í núna. Og fráfarandi verkefnastjóri telur að stöðugildi sé svona 30 til 60% að fylgja því eftir, og þannig að við teljum okkur vera búin að tryggja það að við munum ljúka þessum fyrsta fasa innleiðingarinnar, en síðan verður þetta væntanlega áframhaldandi verkefni að uppfæra á endurni og halda við, og við þurfum þá bara að finna leiðir til þess að koma því inn í þessa reglulegu starfsemi sveitarfélagsins til framtíðar, en til þess að klára þessa fyrstu umferð þá teljum við okkur vera búin að tryggja það. Guðni Birna Guðmundsdóttir gjöra svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já, mig langar að koma hérna upp undir lið 1 á fundi velferðarráðs sem fjallar Frú Ragnheiði og staða heimilislausra í Reykjanesbæ. Þetta var bara, þetta er skýr fundagerð og upplýsandi og vil ég fagna því og vil fagna þessu verkefni sem er í gangi í okkar sveitarfélagi. En Frú Ragnheiður hefur heldur betur stutt við skaðaminnkunarhópinn sem hér neytir vímuefna meðal annars, þannig að þetta er verðugt verkefni og mikilvægt að við styrkjum áfram hvort sem það eru við eða einkaaðilar eða Rauði krossinn eða hver það er. Og hér kemur fram í fundagerðinni með leyfi forseta að meðal annars hefur Frú Ragnheiður saman tekið 207 lítrum af notuðum sprautubúnaði. Þannig að með þessu átaki er verið að gera fólki kleift að farga sínu nálum og öðrum búnaði, þannig að við finnum þetta ekki út í umhverfi hjá okkur. Þannig að þessu ber að fagna auk þessu utanumhaldi sem að Frú Ragnheiður sinnir. Talar alltaf 40 notendur sem nýta sér bílinn sem fer að með minnir 2 í viku rúmt sveitarfélag okkar, og þetta er ábúrslega gott og þarft skaðaminnkunarúrræði, þannig ég fagna því að þetta sé til og komið til reyndar. Nú hvað varðar málefni flóttafólks, þá sjáum við það í fréttum að það er verið að taka á leigu húsnæði í fleiri sveitarfélögum en bara Reykjanesbæ. Þannig að fleiri eru farin að taka við og því ber að fagna. Og þetta er samfélagslegt verkefni og vandinn er mikill, en þannig að ég fagna því að Vinnumálastofnun fyrir Útlendingastofnun er farin að fara annað en bara í þessi 3 sveitarfélög sem að geta ekki tekið þetta verkefni einn. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð velferðarráðs frá 19. október. Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. október síðastliðnum. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs.
Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæri bæjarfulltrúar. Mér langar bara rétt aðeins að koma upp undir lið 7, framtíðarhúsnæði Fjörheima 88 húsins. Ég vil bara fagna því að Íþrótta- og tómstundaráð kom skýrt fram með bókun undir fundinum að framtíðar aðstaða Fjörheima í 88 húsinu, að Hafnargötu 88. Þannig að við höfum heyrt af eða á að vera framtíðarhúsnæði eða ekki, eigum að fara eitthvað annað eða ekki, en þetta er alveg kýrskýrt frá IT-ráði sem ber að fagna að 88 húsið og Fjörheimar verða þarna. Svo það sé sagt og því bara fagna. Takk. Frábært. Forseti tekur undir þessi orð. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. október, beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 28. október síðastliðnum, orðið er laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðri gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð 37. fundar menningar- og atvinnuráðs frá 28. október síðastliðnum. En fundurinn var haldinn hér í Hljómahöll og því tilvæglega að fá kynning á því starfi sem hér er í gangi sem á stapanum. En Thomas Young, framkvæmdastjóri Hljómahallar, gekk með okkur húsnæðið og fór svo yfir þá starfsemi. Þetta er gríðarlega flott hús og góð starfsemi sem býður upp á hellingatækifærum á komandi tímum, vil ég meina. Nú undir öðru lið þá var að Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri Kategó, sem mætti á fundin og fór yfir stöðu þróunarverkefnis sem að nú er unnið í samvinnu við ríkið sem landeiganda, Kategó, Suðurnesjabæ og Isavia, en unnið er að þróun svæðisins umhverfis Keflavíkurflugvöll og þar er markmiðið meðal annars að leggja grunn að þróunarkjarna fyrir atvinnulíf og samfélagi í góðum tengslum við flugvöllin og byggðina í kring. Og þakkar menningar- og atvinnuráð Pálma fyrir greiðan góða kynningu. Nú undir þriðja lið þá var að verkefnastjóri atvinnur- og viðskiptaþróunar sem mætti á fundin og lagði fram drög að samfélagslegri forsendugreiningu atvinnuþróunarstefnu. Og svo yfir fjórða lið þá að fara yfir stöðu atvinnumála en atvinnuleysi heldur áfram að lækka, var það 4,7% í september. En það má þó búast við að sú tala hækki eitthvað þegar að tölur fyrir október detta inn, þar sem að sumarstörfin detta að einhverju leiti út. Nú ýmsar þreifingar er í gangi hvað varar að fá ný fyrirtæki hingað til Reykjanesbæjar, en þau mál eru bundin trúnaði og því ekki hægt að greina frá þeim hér að svo stöddu. En ljóst er að til þess að atvinnulífið geti fengið að vaksa og dafna hér í Reykjanesbæ, þá er nauðsynlegt að fara að vinna því að finna lausnir á því hvernig við komum Suðurnesjalínu 2 til okkar svo hægt sé að tryggja næga orku fyrir uppbyggingu atvinnulífsins. Svo undir 5. lið þá var að Gunnar Víðir Þrastason, verkefnastjóri markaðsmála, sem mætti á fundin og fór yfir drög að markaðsstefnu Reykjanesbæjar. Og það var gaman að sjá þá miklu vinnu sem hann hefur lagt í hana af bæði hugsjón og eldmóð. Og svo hlakka ég mikið til að sjá lokaniðurstun og er handviss um að hún muni nýtast bæjarfélaginu einstaklega vel, bæði að markaðssetja út á við sem og inn á við. Og svo ræddi ráðið tilnefningar og ákvað verðugan fulltrúa til að hljóta menningaverðlaun Reykjanesbæjar 2022 og verður það tilkynnt miðjan nóvember. Svo undir 7. lið þá var að menningarfulltrúi sem kynnti fyrirkomulag við aðventugarðinn og aðventusvellið sem starfrækt verða í desember, en það er verið að auglýsa eftir rekstraraðila fyrir aðventusvellið sem og það er opið fyrir umsóknir í jólakofa, fyrir söðulaðila og fyrir þá sem vilja gleiða gesti og gangandi með viðburðum og skemmtidagskrá. Og ráðið hvetur íbúa félög og fyrirtæki til virkrar þáttöku í því verkefni. Og svo undir lið 8 þá var skýrsla lögð fram listaskóla barna sem var haldin í sumar, verkefni sem var mikil gleði með og nokkuð ljóst að það mun halda áfram að ári. Svo í 9. lið var lögð ítarleg og vönduð skýrsla fram ljósanótt árið 2022. Hátíðin var einstaklega glæsleg ár og bærinn fylltist þeirra fólki sem lék sér í einstakri veður blíðu, en þráttur í stórkostlega hátíð þá eru sumir hlutir sem hefðu mátt betur fara og því nauðsynlegt að gera þessa skýrslu og halda henni til svo að hátíðin geti halda áfram að vaksa og dafna.
og nýtum okkur hana eflaust á ári. Og fleira var ekki frá mér. Þakka gott hljóð. Takk fyrir þetta. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hérna undir fundargerð menningar og atvinnuráðs Reykjanesbæjar frá 28. október. Við sjálfstæðismenn höfum haft orð á því að okkur hefur fundist halla á umræðu og atvinnumál í þessari nefnd fram að þessu. En á 30. og 7. fundi hefur orðið töluverð breyting á því sem að ég hef séð í allavega mörgum fundargerðum fram að þessu og fögnum við því sérstaklega og vonum að verði áframhald á því að atvinnumálum fái stærri hlut í nefndinni og langar mér, með leyfi forseta, að fá að lesa upp hér bókun sem Birgitta Rún Birgisdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, lagði fram. Og hún hljóðar svona: Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt áherslu á að atvinnumálum í Reykjanesbæ verði gert hærra undir höfði, enda fjölbreytt og traust atvinna grundvöllur velferðar íbúana. Við fögnum því aukna vægi sem atvinnumál fá á 37. fundi menningar og atvinnuráðs og hvetjum til áframhaldandi áherslu á eflingu af atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 28. október eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 7. mál á dagskrá sem er fundargerð barnaverndarnefndar frá 28. október en hún er hér lögð fram og orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá tökum við næst fyrir 8. mál á þessari dagskrá, 8. og síðasta mál sem er jafnlaunastefna Reykjanesbæjar, fyrri umræða og það er bæjarstjóri sem mun fylgja jafnlaunastefnunni hér á hlaði. Gjörðu svo vel. Takk forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar jafnlaunastefna Reykjanesbæjar, en fyrir þá sem að ekki vita að þá þurfa stefnur sem eru lagðar hér inn eða unnar af bæjarstjórn 2 umferðir í bæjarstjórn og þetta þá fyrri umræðan og næsta umræða eða önnur umræða fer þá fram væntanlega á næsta fundi og bæjarfulltrúum gefst kostur á að koma með breytingartillögur annarkot á þeim fundi eða senda þær inn á milli funda. En ég ætla að fara yfir þessa stefnu eins og hún liggur fyrir hér. Reykjanesbær hefur einsett sér að hafa ávallt á að skipa hæfum og ánægðum starfsmönnum sem geta sýnt frumkvæði í störfum sínum og veitt bæjarbúum framúrskarandi þjónustu. Sveitarfélagið hefur á þeim grundvelli sett sér svohljóðandi jafnlaunastefnu. Fyrsta yfirskrift þess kafla er tilgangur og gildissvið. Reykjanesbær leitast við að uppfylla í hvívetna þá jafnréttislöggjöf sem í gildi hverju sinni og stefna þessi byggð á lögum nr. 150 frá 2020 jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna með síðari breytingum. Með stefnu þessari leggur sveitarfélagið áherslu á mikilvægi þess að gætt sé að allar launaákvarðanir innan sveitarfélagsins fari fram í samræmi við ákvæði framangreindra laga. Fylgja skal auk þess kjarasamningum og öðrum reglum sem í gildi hverju sinni, auk reglugerðar nr. 1030 frá 2017 með síðari breytingum. Annar kafli ber yfirskriftina markmið. Markmið stefnunar að tryggja að launaákvarðanir skuli vera gagnsæjar og málefnalegar, en einnig henni ætlað að tryggja að jafnréttis sé gætt við alla launaákvarðanir.
Samkvæmt 1. grein laga nr. 150 frá 2020 skal unnið að markmiðum lagana með því að, og tilvitnun, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði meðal annars með því að fyrirtæki og stofnanir uppfylli skilyrði launavottunar eða jafnlauna staðfestingar. Tilvitnun lýkur. Starfsmönnum skal greiða jöfn laun fyrir sambærilega eða jafnverðmæt störf samkvæmt skilyrðum 7. greina fyrrnefndra laga og tekur umfang stefnunar til allra starfsmanna Reykjanesbæjar. Í samræmi við fyrrgreind lög hefur Reykjanesbær það að markmiði að innleiða, viðhalda og skjalfesta votta jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum IST 85 frá 2012, framkvæma launagreiningu að minnstakosti árlega þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og farið yfir hvort að kyn sé áhrifaþáttur við launamyndun. Niðurstöðu greiningarinnar skal kynna fyrir stjórnendum og starfsfólki. Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti. Þriðji hluti þessara drögum að stefnu ber yfirskriftina ábendingar og kvartanir á grundvelli jafnlaunavottunar, en tekið við ábendingum vegna jafnlaunakerfis í gegnum ábendingagátt CCQ sem til upplýsingar fyrir ykkur ágætu bæjarfulltrúar er nafnið á gæðakerfin okkar eða því tölvukerfi sem heldur utan á gæðakerfið. 4. kafli heitir innri úttekt og rýni. Skipa skal innri úttектaraðila jafnlaunakerfisins sem framkvæma innri úttektar á kerfinu að minnstakosti einu sinni á ári, en auk þess skal halda rýni stjórnenda á hverju ári. 5. yfirskriftin er ytri úttekt. Reykjanesbær hefur gert samkomulag við vottunaraðila að gera árlega úttekt á jafnlaunastefnu og jafnlaunakerfi Reykjanesbæjar. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti athugasemdir varðandi launasamsetningu einhverra starfa, mun samsetning vera endurskoðuð í kjölfar ábendingar og lagfærð. 7. kafli heitir endurskoðun. Sveitarfélagi getur frá einum tíma til annars breytt launastefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum. Alla breytingar sem kunna vera gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt. 7. kafli heitir varðveislu tími. Það sem Reykjanesbær er afhendingaskyldur aðili á grundvelli laga nr. 77 frá 2014 opinber skjalasöfn er sveitarfélaginu óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið laganna nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru því þau gögn sem sveitarfélagi vinnur með afhent á þjóðskjalasafni að 30 árum liðnum. Og síðasti kaflinn heitir samskipta upplýsingar og er nr. 8. Deildarstjóri launa og kjaradeildar hefur umsjón með eftirfylgni jafnlaunastefnu þessari og framfylgni við lögum jafnastöðu og jafnan rétt kynjana nr. 150 frá 2020. Með vísan í grein 3 í stefnu þessari skulu ábendingar berast í gegnum ábendingagátt CCQ. Hægt er að hafa samband við deildarstjóra með því að senda honum tölvupósti eða með símtali ef þess gerist þörf. Og síðan þá munum við setja dagsetningu inn þegar og ef þessi draugastefnu verða samþykkt í síðar umræðu. Orðið er laust. Okay. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Mér langaði aðeins að leggja orð í belg varðandi jafnlaunastefnuna sem hér er til umræðu og fagna því að hún skuli vera komin á koppinn. Það er í rauninni þrennt sem að mér langar að benda á að í lögunum er talað eins og rétt er getið í stefnunni í 1. grein jafnan rétt eða jöfn laun óháð kyni, en lögin sem slík taka til jafnréttis óháð kyni eða jafnra launa óháð kyni eða annara ómálefnalegra aðstæðna. Og mín reynsla úr atvinnulífinu sýnir það að fyrirtæki og stofnanir í auknum mæli að taka inn þennan lið,
aðrar ómálefnalegar aðstæður og ég tel að það eigi sérstaklega vel við í okkar samfélagi þar sem við erum nú fjölmenningarsamfélag. Þannig að þetta er ein ábendingin. Eins í markmiðum stefnunar að þá er spurning hvort að það vanti ekki skýrt markmið að vera ákveðin prósent sem sagt undir ákveðnum prósentum í óútskýrðu launamun. Eðli málsins samkvæmt að þá er þessi greining ávallt kvik og hún fer eftir í hvernig þetta lítur út og hver er í hvaða stöðu og starfi og það tekur tíma að tjúna þetta til af því þetta snýst ekki bara það að við séum með starfaskilgreiningar og starfsmatskerfi sveitarfélagana heldur allar viðbótarspóslur. Þannig að við þurfum að gefa okkur eitthvað viðmið sem við stefnum að. Og í þriðja lagi að þá veltum við fyrir okkur og ég hef svo sem nefnt það áður að ábyrgðarmaður þessarar eða ábyrgðaraðili þessarar stefnu, að hann er ekki tiltekinn, það er talað umsjónarmann stefnunar sem er gott og gilt, deildarstjóri launadeildar hefur það að segja hvernig launasetning fer fram og annað slíkt en ábyrgðin hlýtur alltaf á endanum að vera bæjarstjóra sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins eða hreinlega háttvirts forseta bæjarstjórnar. Fleiri var það ekki. Takk. Bæjarstjóri gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta Helga Jóhanna. Þú ert náttúrulega eldklár í þessum málum öllum, við vitum það. Eftir þessa umræður og þessa vangaveltur þínar í bæjarráði daginn að þá ræddi ég þetta við launafulltrúan og reynda fleiri og fekk hér svör sem eru þannig að þetta síðasta atriði að ábyrgðaraðili stefnu er svo sami og ábyrgðaraðili jafnlaunakerfisins en fjármálastjóri er sá sem að bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu hjá okkur og þetta var orða svona og tekið mið af uppsetningu persónuverndastefnunar en þar er persónuverndarfulltrúi ábyrgðarmaður stefnu. Myndi gjarnan vilja fá betri útskýringu hvers vegna er gerð athugasemd þennan lið segir hún en ég eða bæjarstjóri hverju sinni er svo ábyrgðarmaður þess að þessu sé öllu saman fylgt eftir. Þannig að fjármálastjóri er í rauninni sá sem er ábyrgðarmaður stefnunar þó að það kom ekki fram í stefninu, við getum bætt í við. Orðið er laust. Bjarni Páll Tryggvason gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bara snöggt í tengslum við þetta að við náttúrulega erum að horfa hérna á uppfærslu á fyrri stefnu. Mér langar bara rétt aðeins að benda hérna á í 8. grein, talað samskipta upplýsingar og það kemur fram að það ábendingar að berast ekki ábendingagátt og svo er hérna texti þarna að hægt sé að hafa samband við deildarstjóra og svo vísaði því að setja senda honum tölvupóst eða með símtal eða eitthvað álíka. Ég svona persónulega finnst þetta bara óþarfi að hafa þetta þarna inni, þetta geta allir starfsmenn bæjarins alltaf haft starfssamband sín á milli sko, þannig að þetta svona orðalenging að einhverju leyti. Annars bara fagna ég því að Reykjanesbær er náttúrulega bara jafnlaunavottað sveitarfélag eða vinnuveitandi og við séum að fara í þessa uppfærslu. Takk. Takk fyrir það. Friðjón Einarsson gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka þessa góðu umræðu og ég hvet bæjarfulltrúa Helgu og sem og bæjarfulltrúa Bjarna að senda þessar athugasemdir til bæjarstjóra. Þetta er mjög athyglisverðar athugasemdir og ég held að væri dálítið sniðugt að reyna að sjá hvort við getum ekki tekið til þessara þátta, sérstaklega fyrst og annars liðar sem bæjarfulltrúi Helga nefndi. Ég held að það sé mjög gott. Takk. Takk fyrir. Margrét Sanders gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Jafnlaunastefna Reykjanesbæjar
að þegar hún lesin yfir að þá megin inntakið jöfnstaða kynjana og það mikið kemur í gegnum þetta skjal og það auðvitað þessi jafnlaunavottun og þessi lög voru sett út af því. En það sem kannski tilgangurinn ekki síður sem að ég finn þegar að skoðið eru bara laun almennt í hvort sem í fyrirtækjum eða hjá opinberum aðilum, að við erum með miklu meiri fjölbreytileika í samfélögum heldur en kyn. Við erum með erlent vinnuafl sem þarf ekki sérstaklega að gæta. Við erum með unga og aldna og alls konar og það mikið nefnt einmitt í lögunum jafnastöðu og jafnarétt kynjana að þá mikið talað að það kyn, að það líka fólk með hlutlausa skráningu, þetta orðið ansi flókið og þetta þegar verið að setja svona stefnu að þá veit ég að það verið að uppfylla ákveðið skilyrði út af jafnlaunakerfinu en ég hef hvatt fyrirtæki og stofnanir sem ég verið að vinna fyrir að víkka þetta út bara eins og að við séum að horfa til þess að þetta sé notagildi í þessu. Þannig að ég tel að við höfum kannski að samþykja með þessum leiðréttingum og góðum ábendingum sem komum hjá bæjarfulltrúum en við eigum að hafa meiri metnað en það sem sveitafélag en að bara fylgja eftir af því að við erum skyldu til þess og horfa til fjölbreytileikans sem í þessu samfélagi og eitt af því sem að bæjarstjóri hefur verið óþreyndandi að nefna hvað eru margir íbúar erlendubergi brotni til dæmis í vinnu hjá Reykjanesbæ. Það alls konar. Þannig að ég vildi bara, ég gat ekki annað en staðið upp og nefnt þetta af því að þetta fínasta stefna með örlitlum leiðréttingum en við þurfum að vera metnaðarfullir í þessu. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Þetta eru allt saman góðar ábendingar og vil kannski bara líka nefna það hér að við höfum rætt í þessari vinnu að við hefðum viljað sjá þarna með aðgerðaáætlun en fengum svo sem svör það að hún fylgir með jafnlaunakerfinu sjálfu inn í CCQ, inn í geðakerfinu en það væri samt áhugavert að fá hana sem afrit inn í næstu umræðu. Þannig að ef aðgerðaáætlun liggur fyrir og inn í geðakerfinu að við fengjum að hafa hana til hliðsjónar þegar við tökum seinni umræðuna. Já, en orðið laust. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir í fyrri umræðu jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar. Þannig að þeir sem samþykkt geta vísa jafnlaunastefnunni til seinni umræðu í bæjarstjórn 15. nóvember eru beðnir að gefa merki. Og það samþykkt 11:0. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Við munum nú eins og áður yfirfara fundargerð og undirrita hana rafrænt eins og áður. Því segi ég þessum 640. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.